Já, sko, málið var það að hlutinu voru svolítið settir inn í fristi fyrir 10 árum síðan, eða 12 árum síðan. Þetta svo íbúðalánasjóður sem var náttúrulega augljóslega gjaldþrota stofnun hérna 2012-13 og þetta var bara vandamál sem var bara að fara að stækka. Því var svolítið svona stungin teppi mörg ár, svo fór þetta inn í húsnæðis mannvirkjastofnun eða eitthvað svo álíka sem það var einhver lausn það var einhver lausn sko, sem ég skildi aldrei sem að með einhver svona stjórnunar gúrú sem kom með en ég vildi í raun og alltaf að þetta færi undir Landsbankann þess að þar var þekkingin, getan til þess að endurskipeglega ekki lánasamnin og þekkingin á fjármögnun þetta var ekki samanlega Landsbankanum að það væri þá og ég held að þar hefði sparað sko 100 milljarða svo náttúrulega átti að það sparast 100 milljarða já, og svo gleyma menn líka það átti náttúrulega 100 miljóna sko ekki milljarða bara út á kostnaði sko. en það er náttúrulega stóru en svo spurningin náttúrulega svo veistu ekkert hvernig hittaði farið en menn höfðu tekið á þessu vandamáli meiri festuleika og mynduleika það var svo mjög að gera ýmislegt íbúðalánasjóð og ég veit alveg en hérna bara svona kostnaðarhagræði og annað að þetta hefði verið sett meiri kraftur í þetta svo hérna náttúrulega var annað sem mann gleyma í þessu sögu að þátti náttúrulega að byggja sparisjóðakerfi þátti alltaf að vera með 4 banka á Íslandi og þar átti sparisjóð Keflavíkur að vera hryggjarstykkið og sem var náttúrulega eiginlega alveg galið og hérna sérstaklega í ljósi þess að sko sparisjóð Keflavíkur var eiginlega ég sá skýrslu það sem útlánatöp sparisjóðs Keflavíkur voru sko minni metina, ég man ekki hvað fyrirtækið það var en það skiptir ekki máli en hann var gjaldþrota og þátti að byggja heilt bankakerfi í kringu þetta og meðan var tekin ákvörðun byr sem var það allan að rekstar hæfur honum var fleygt út í sjó en svo tókum hann ákvörðun að byggja þetta kerfi í kringu sparisjóð Keflavíkur sem var sem fór svo inn í Landsbankann já, sem var SBKF sem var og það töpuðist á því ævintýri það og eitthvað sem mann tala aldrei með öllu þessu að það töpuðist alveg ansið miklu fjármunir og heldur tölvöld meiri heldur en í þessu Íslandsbankaútboði sem að þurfti sem þurfti að fara til ríkisendurskoðunar en hitt var þó það voru tölvöld miklu fjármunir þá fekk það aldrei en umræða það voru hvað ákvörðum voru þar teknar og það fór ekki í, en það var líka ráðuneyti sem bara ábyrðina það. Já, það getur verið stundið svolítið misjast hvað nær kastljósinu?